Mættir í stúdíóð FM 95 Blöð heilsar ykkur. Já, þá getur fólk anda rólega. Já, það er þetta anda rólega núna og já, bara hafa gaman því að það er skemmtiferðarskip af rugli að fara af stað. Þetta var flott, já. Ekki? Við erum með fulla skútu í dag. Já, við erum að leysa akkerið. Við erum að hífa akkerið borð í partybátinn. Og ætlum að sigla allt land. Ó, já, gæti við. Og já, við ætlum að meðal annars ætlum við að hringja til Búlgaríu eftir og að skoða eins betur með Ásdísrán. Já. Hún er í slúðri, hún verður í slúðrunni hérna eftir og komum betur inn á þá eftir. Já, við ætlum að gera ýmislegt. Við ætlum að hringja vinn okkar sem á bílinn. Já, í vekk á turbóbílinn, maður. Já. En sko, hann er náttúrulega búinn að skella á okkur hvað núna, 10 sinnum, 7 sinnum. Já, skellir mjög oft á okkur og nú þurfum við að loka hringnum, sko. Já, við ætlum sem sagt, við erum búin að, þetta byrjaði allt á svona dagskrárlið sem að heitir Gamla smáauglýsingar. Og þar var, 10 ára gömul auglýsing á einhverjum bíl sem að, gaurinn vill nú meina hann að selt fyrir 7 árum síðan. Það er búið að fara gríðarlega töðuna þegar við erum að hringja hann. En við ætlum núna, ég ætla að hringja eftir og segja mér sem búin að finna bílinn bara. Já. Þegar ég sé búinn að kaupa hann. Svona bara loka hringnum og segja honum ég sé ánægður með hann. Það verður áhugavert. Ef hann vill tala við mig þar að segja. Og svo er, dagskrárliðurinn erfitt að selja, svona, erfið hluti seldir. Já. Og það er dagskrárlið sem að byrjaði fyrir 2 vikur síðan. Ringjum í fólk og seljum eitthvað drast. Já, þetta er svona, hugmyndin kom af gömlum svínasúpuskets. Þar sem að Pétur Jóhann Sigfússon var að reyna að selja þyrlupalla. Við reyndum að selja þyrlupalla fyrir 2 vikur síðan. Það gekk illa. Gekk erfiðlega. Við ætlum Nú finnum við eitthvað annað. Já, við ætlum að hringja fólk og jafnvel að reyna að selja ræðupúlt. Það hljómar mjög vel. Það er ekki þægilegt. Já. Það er ekki svona eitthvað svona ekta vara sem er bara seld í síma. Það er oftast að selja bækur eða geisladisk eða eitthvað. Já, það þarf engin ræðupúlt. Men það þarf engin, veist þú, það er líka, hversu random er það að þið akkurat vantar ræðupúlt að við myndum hringja og, já, herði, ég ætla að fara að leita svo leiðis. Já. Það verður spennandi. Já, það verður spennandi. Svo er nú listi hérna sem ég ætla að henda á þig, Sveppi. Ég er nú reynda pínu hrættu við það því að þú ert ruglaður. Skoðum það betur hér á eftir. Ásamt, bara föstum liðum. Og svo náttúrulega erum við bara í stuði. Alltaf í stuði. Og erum hressir. Við erum alltaf hressir. Og þá, maður kemst alveg ótrúlega langt á hressleikanum. Já, hefur tekið eftir? Já, bara... Ég er ekkert frá því að ég þurfi nú bara að fara til læknis. Nú. Ég þjáist að léttlindi. Jésu. Þetta er ekkert smá lélegt. Áttu eitthvað við þessu? Þetta er ekkert smá lélegt maður. Ekki gera þetta bara. Ekki segja þetta svo. Ég þjáist að léttlindi. Það er alveg saman hvað er í gangi. Kallinn alltaf hress. Er það svona öfugt þunglindi það? Já. Léttlindi. Léttlindi. Hvernig var helginu þér? Sultu fín maður. Sultu fín, hvað var það að gera? Þú náttúrulega, ég hitti á Nýdönsk. Já, fór tónleika. Já, voru geggjær. Já, maður, Stórkostlegt. Ég veit ekki hvað ég myndi gera við þessa stráka. Já, ég var einmitt að ræða hérna í gær við Jón Gunnar. Já. Hversu svalur er Daniel Ágúst? Já, guð minn góður. Hæ? Sko, ég nefnilega er, fan á Nýdönsk, alveg svona sjúkur. Já, ég líka í dýrká. Og ég er búinn að elta þá, fara á marga tónleika með þeim og svona, sko. Elta rólega er ekki eins og ég er búinn að elta um alla Evrópu. Það er ekki eins og ég er búinn að vera um alla Evrópu. Þeir hafa reynd, jú. Já. Ég er búinn að fara tónleika með þeim, við reynum að gera það. Og svo náttúrulega hætti Daniel, í bandinu. Já, það var ógeðslega leiðilegt. Hann tók sér pásu. Og maður glemdi því, Bjössi náttúrulega fyllt alveg skarðið. Já. En svo þegar Daniel kom aftur fyrir nokkrum árum, þá hugsaði maður, alveg rétt. Já. Nú veit ég akkur ég fucking dyrka þessa gæja. Já. Þeir eru bara Þeir eru líka svo ólíkir, það er akkurat málið, þeir eru svo ólíkir hérna listamenn, hann og Bjössi. Já. En svo fallegir saman eitthvað. Það ert að grína, svaðaleg. Ég væri til að vera pulsan í því bröði. Þetta er ómikið upplýsingum með það. Getur, það er eins og í þessum lögum hérna, þá átti hérna Daniel Ágústa til að taka bara svona timbur, hvað heitir þetta hérna, ristuna og dansa. Já. Heldur þú að það gert það jafn svalt á hann? Hann er einn af fáum Íslendingum, karlmönnum, sem að má dansa með hendur upp fyrir haus. Já. Við hinnir. Það er samt töff. Bannað. Já. Upp fyrir haus, svona. Það að sjá þig, þetta er bara... Hann púlar þetta. Hann púlar þetta enginn um hann. Þú er bara svo pulsa. Þetta er snill. Hann er snillingur svo. Ég fór á, já, þetta, hann fór ég hérna á
á tónleika. Já, hvað gerir á föstudeginum? Það man ég ekki, maður. Bara heima með börnin? Já, alltaf ekki. Það er ekki alltaf gaman. Jú, það er fínt. Ekki bara hamingjusami fjölskyldufeður á Jú, föstudegi? svona þannig séð. Það er alltaf svo að fólk að gista og það er alltaf stappfullt þarna heima, maður. Já. Haugur og liði. Gaman að gista þér? Svo, já, mjög gaman. Og hérna... Ertu eitthvað svona þegar börnin eru þarna, þú ert að fá börn í heimsókn frá öðrum foreldrum sem þú þekkir. Ertu svona hendur í sveppa trúðstundu fyrir þau, eða ertu voða stranguð bara? Nei, ég reyni að vera svona hress. Já, ert hress. Ég er mjög hress, mjög hress. En þú dettur ekkert í karakterinn sem er í barnaefninu? Nei, ég er ekkert að koma í búningum. Nei. Nei. Það er alltaf... Fá það ekki? Nei, en ég reyna að vera skemmtilegur, sko. Já. Samt ákveðin alltaf. Þetta ákveðin líka og það þurfa að borða matið sinn. Sjálfsögðu. Og klára græmmetið. Já. En það má alltaf að sprella inn á milli. Já, kannski hjálpa til með það með að setja kannski gulrót upp í nefið eða eitthvað svona. Já. Ég gerir mikið af því að taka svona litla hlut og henda þeim upp í loft og grípa á með munninum. Já, bara eins og ég hef orðið varfið í gegnum tíma. Já, það er bara gaman, sko. Það er gaman svo að koma nýja áhörnundur á það. Skipið er farað af stað. Hvað ert að fara að setja á fónum? Við vorum í svo fínu spjalli, maður. Þetta er besta vinkona en Selena Gomez. Selena Gomez, maður! Þú aldrei skoðum henni ekki? Jó, hún er frábær. Ég segi bara come and get it. Fer í gegnum höfuð og fólki þeirra sem svona lag. Come and get it. Nú er ég ekki að grunast, mér finnst þetta ágættislega. Bara svona pop. Snar veikur, maður. Nei, bara svona pop, ballað og eitthvað. When you ready, come and get it. Mér finnst þetta bara svona feel-good eitthvað. Já, en þetta er ekkert eitthvað svona, ég verð að fá diskinn. Nei, ég myndi aldrei setja þetta á í bílunum mínum. Nei, en ef þetta er þá bara er þetta. Já, ég hef ekki skipt stöð, það ég var að kæra núna. Nei. Ég hef bara byrjað að syngja með mér, eins og ég gerði hérna. Ég er svona að dilla með mig, ég var ekkert að syngja með kannski. Já, þú átt að til að dilla þér. Ég dillir mig stundum. Já, það ferði líka alveg svakalega vel þegar þú dillar þér. Stundum það maður að dilla sig þegar maður er í feeling. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og ég ætla að byrja að óska ædolinu þínu til hamingju, hann er að verða langafi, Mick Jagger. Hinn góðsagnakenndi Mick Jagger verður að langafi núna bara á næstu dögum. Hann er nýbúinn að halda tónleika í Hyde Park í sumar. Já, hann er náttúrulega 70 ára gamall. Þar sem hann fór hamförum. Og 21 árs gammalt barnabarn hans, Assassi Jackson, eignaði sitt fyrsta barn. Já, flott maður. 70 og hann er alveg með þetta. Veistu hvað Jagger á mörg börn? Hann er ekki 5? Nei, Jagger á 7 börn sem eru aldrei 14 til 42 ára með 4 konum. Já. Hvað er þetta að lista? Hvað er þetta? Það er nóg til hérna, ég er með fæt að senda það utankallið minn. Já, sendu mér slóðuna til það að lista, mér langar að sjá mynda á hann. Já, það er endur ekki mynd, það er bara mynd af Jagger. Já, það er fjandast ná. En já, það er náttúrulega hlut að koma í að niður langafið þegar eitt krakkina svo orðin 42 ára. Já, guð mig góður, ég meina, sko, hann var 70 núna 27. júli. Já. Og Keith Richards var 70 núna í desember. Já, þeir eru ekkert að deyja. Nei, maður, pældi hvað þetta er gaman, pældi að vera 70 og fylla Hyde Park. Já, það er gaman. Og fá alla til að syngja með lögunum. Já, þetta eru legend, herru, skýt ekki í þið maður. Skýt í, ég er lögum að skýt í með þessu bandi. Þetta eru legend. Alveg. Já, þú hefði sagt það hérna í þættinum að þeim ætti hrækjöpið. Já. Svo er það, sko, það sem við skara vinsalast núna, Sveppi. Það er að koma framhaldsmyndir, það sem ég er pínu spenntur fyrir, veist, oft kemur svona, já, ok, þessi mynd nummer 2 og eitthvað svona. En það eru, sko, það er að koma framhaldsmyndir á bara bestu grímmyndum efer. Þú komst nú með í slúður í síðast þegar ég var hérna, þá varstu með að það væri að koma hérna Fast and the Furious 19. Já, en nú er ég að tala það er sko Dumb and Dumber 2, það var búið að hætta við hann, en hún er aftur á núna. Og segir Jeff Daniels sem var einmitt að sko vinna Emmy-velun. Já, fyrir hérna... Fyrir Newsroom. Já, hann hérna fekk fyrir hérna, Newsroom og þar var hann að segja að framhaldið á Dumb and Dumber myndi toppa fyrirmyndina. Já. Hún sagði að hérna, handritið og annað væri það að klikka. Eina sem að hræði mig, hann bætti við, sko, hann segir þarna verða atriði sem að láta klósettsetuna í fyrstu myndinni líti út fyrir að vera glötuð. Hún fölnar í samanburðinum. Ég get ekki tjáð mig meira. Það var ekkert uppáhaldsatriði mitt þegar hann var að drulla þarna sko, eftir laxarólíu. Nei, það var bara svona kjánvist. Ég vonandi að verði ekki eitthvað fullt af eitthvað svoleiðis að æla á fullu og kúka og eitthvað svona. Það var ekki að fyndast í myndinni. Sko. Nei, neði karakterarnir voru góðir. Karakterarnir stórkostlegir og samræðunar og... Já. Þannig að ég vonaði alltaf ekki að fara út í eitthvað svoleiðis bull. Já. En þarna, sko, ég hef hins vegar fulla trú á þessum. Jim Carrey er náttúrulega stórkostlegur leikari og Jeff Daniels líka. Lloyd Christmas. Já, snillingar. Og svo er það, já, það er náttúrulega líka komið Anchorman 2. Það er búið að taka hann upp, held ég. Já. Það verður spennandi, ég fíla það, sko. En svo eru Jerry Bruckheimer og félagar að spája hendi Top Gun 2. Nei. Jú,
Já, þá hann reyndir eftir að ræða við Tom Cruise en eitt sem að hefur hindrað svona ferlið á þessu öllu saman að Tony Scott sem að leikstýra sjálfsögðu fyrirmyndinni, hann látin. Já, hann farinn yfir móðuna viku. Hann getur ekki leikstýrt mynd nr. 2, ekki nema að vera komin einhver svaðaleg tækni. Af þessu myndir sem þú nefndir, þá ég spenntastur fyrir Anchorman 2. Já, ég held að það sé léttast að gera framhald af henni því að það bara á svona, þú veist við erum að, voru bara á svona, fréttastofu og bara svona fílingur. Við erum að tala um að þar eru að fara að sjá andlit eins og með Nicole Kidman. Já, er hún með núna? Já. Ok. Og Paul Rudd. Já, Paul Rudd, hann var í fyrirmyndinni. Liam Neeson. Það verður Liam Neeson líka. Já, Sacha Baron Cohen. Snild. Þetta er góður hópur. Ávísun á gleði. Já, ég er full að trúa á þessu öllu saman. Þetta var slúðurpakki dagsins. Þetta var búið? Já. Hvað varstu með slúður núna? Top Gun 2 og Dumb and Dumber 2 og Mick Jagger og Langafi og fínasta slúður. Hvað heldur eitthvað meira að það? Nei, bara svona að fara yfir þetta. Svo náttúrulega smá slúður eftir auglýsingar með Ásdísi Rán og við ætlum að hringja til Búlgaríu og athuga hvernig staðan er. Já, bara hvort hún sé fræg og já, hún gefur út fyrir að vera. Já. Oktoberfest verður haldið hátíðlegt á Pósthúsbarnum á Akureyri helgina með FM 957. Föstudagskvöld, Pétur Valmundar og Yngvi Eysteins með bestu tónlistina í búrinu. Háskólanemar á sprellmóti sérstaklega velkomnir. Laugardagskvöld, kvöldið byrjar klukkan 10 á mjög sérstöku en stórskemmtilegu Oktoberfest pubquizi. Buddy Dalton tekur svo við og keyrir upp stemninguna þangað til plötusnúðarnir Yngvi Eysteins og Pétur Valmundar taka við og þeyta skífum langt inn í nóttina. Pilsner úr Kjell á kampinum alla helgina og fyrir þá fyrstu margborgar sig að vera mættur snemma. Sjáumst á Oktoberfesti á Pósthúsbarnum Akureyri helgina með FM 957. Landsbankinn og BOK kynna. Þá komið að því. Eldhúspartí FM 957 hefjast á ný með stórkostlegri tónlistarveislu en þetta árið verður við í stúdendakjallaranum á Háskólatorgi. Fyrsta eldhúspartí vetrarins fer fram 5. daginn 27. september. Framkoma, Friðrik Dór og Vögg. Sérstakki gestir kvöldsins verða Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar og hljómsveitin Lockerbie. Heppnir hlustendur geta nælt sér í borð fyrir 4 með veglegum veitingum bæði í fljótandi og föstu formi. Upplifðu alvöru eldhúspartí með FM 957 í stúdendakjallaranum í samvinnu við Landsbankann og BOK. 2 fyrir 1 í bíó fyrir félaga í námunni. Landsbankinn. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Langa í austurlensku karrí. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Gerðu þrennt í einu. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep Orkunar, veldu þína stöð og þá færðu alltaf 10 króna fastan afslátt hjá Orkunni. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Áheyrnarprufur fyrir Ísland gott talent byrja á Selfossi á mánudaginn og verður það fyrsta stopp á leiði kringum landið. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem heilla þjóðina. Siguratriði hlýtur 10 milljónir króna í verðlaun. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Allt með á. Ok, takk fyrir það, vinn minn. Takk. Íbúðuna og bílinn, eða þú getur sagt mér hver syngur Sun Don't Shine sem við vorum að hlusta á. Sun Don't Shine, byrja það. Nei, herðu, þú mátt ekki googla, segð það bara núna. Jimmy Carter. Nei, Klanga Russell. Klanga Russell, kannast við þetta, ég kannast við þetta. Frábær listamaður. En við vorum með slúður hér áðan, en það ekki allt slúður komið í hús samt. No. Því að það já, ég vildi geyma þetta því að við ætlum líka að ringja hérna eftir næsta lag, ætlum að ringja svo til Búlgaríu. Að það komið nýtt par.
Samkvæmt íslenskum fjölmiðlum. Nú er þetta bara svona aukaslúður. Já, smá aukaslúður hérna. Því að þetta er íslensk slúður. Já. Og það er sem sagt Ásdís Rán og heimsfrægur Hollywood-leikstjóri eins og stendur hérna. No! Já, en ég vissi nú, Patrick Hughes, hann heimsfrægur? Ég hef ekki heyrt þetta nafn á þér. Patrick Hughes? Já, en sem sagt, núna standa yfir tökur á Expendables 3 í Sofíu í Búlgaríu og ástralski leikstjórinn Patrick Hughes sem leikstýr í myndinni hefur sést á matsölustöðum borgarinnar síðustu misseri með íslensku fegurðardísinni Ásdísi Rán Gunnarsdóttur. Og samkvæmt sjónavottum hafa þau ekki verið að fela samband sitt en þau hafa sést láta vel að hvort öðru hvert sem þau fara. Hvað þýðir það, Sveppi? Þýðir það bara basically að þau séu í sleik út kampinn og kampinn? Kannski að þau bara svona hittast. Já, bara svona dara og eitthvað svona. Já, þetta er náttúrulega allt öðru þessi menning hérna úti. Þetta er svona meiri date menning, eða ekki? Nei, ég meina, hann er ekki frá Búlgaríu, hann er frá Ástralíu. Hver? Þessi leikstjóri. Já, hann er frá Ástralíu. Já. Og hún er frá Íslandi. Já. Og þau eru að deyta í Bandaríkjunum. Nei, deyta í Búlgaríu. Nú, hann er að taka upp Expendables 3 í Búlgaríu. Það fannst hann ekkert að vera það að þau séu orðin eitthvað par. Nei, ég skil. Það er ekki bara svona hittast þá meðan hann er í Búlgaríu. Já, vonandi er þetta kannski, varst eitthvað meira, maður veit það ekki. Ég trúi ekki að hún sé bara þannig. Nei, ég meinti það ekki þannig heldur. Nei, ég veit það, en veist. En veist, það er svona að því að hann er núna í Búlgaríu, svo fer hann kannski að leikstýra einhverjum verkefni í Bandaríkjunum og þau eru búin að hittast í einhverja nokkra vikur. Það er ekkert endilega verið það sem kom á það stig að hún bara flytji með honum til Bandaríkjunum. Nei. Eða Ástralíu, náttúrulega það. Ok, það er samt sko... Hann er búin að leikstýra fullt af myndum, sko. Já, það eru myndir á hann með þennan vísi, og stendur hann á milli, sko, Arnold Schwarzenegger og Harrison Ford sem að leika með til Expendables 3. Hann er að leikstýra Expendables 3. Já. Síðasta mynd sem hann leikstýra undan því var bíómyndin Red Hill sem hann gerði 2010. Já. Og svo hefur hann leikstýrt 3 öðrum myndum síðan 2000 og það er allt stuttmyndir. Já, ok, þannig að þetta er ekki eitthvað hotshot leikstjóri, sko. Nei, það stendur náttúrulega Íslendingar að vísir sterkir að stöka, það bara heimsfrægur Hollywood leikstjóri. Það reyndar, menn Expendables 3 er alveg mynd. Já, hún er Hughes. Já. En maður veldi fyrir sig, hvernig kemst hún í samband við hann þarna úti, skilur? Er hún að hanga á setti eða er hún að, hvað er hún að gera? Hvernig kynnast það? Er hún á sama klúbnum? Er hann ekki bara í vinnunni? Hún sé bara með varirnar hérna á girðingunni eða á settinu. Þetta er bara, hún er örugglega hitt, hann bara einhver vinsæli skemmtistæð. Þú veist hvað gerir við Ásdísi Rán ef hún talar um mikið? Sveppi, ég veit það ekki hvað. Ertu hrættur? Já. Þú sleikir á hann í varirnar og festir hann á rúðu. Hvað er að þér? Þessi var djókur, þetta var djókur. Já, en sko, heldur hún ekki bara hitt hann á einhverjum svona vinsælum skemmtistæð eitthvað? Því að hún er mjög fræg í Búlgaríu. Já. Hefur maður heyrt? Hefur maður heyrt? Já, og það er einmitt það sem við ætlum að gera hér eftir næsta lag. Já. Þá ætlum við að ringja til Búlgaríu. Já, og við ætlum að ringja bara eitthvað random númer. Já. Og bara aðtúa, er hún eins fræg og allir halda? Já, og við bara, við finnum út af því. Já, og ég vona það, því að sko, hún er náttúrulega rosalega mikið á milli tannan á fólki. Já, hún er sérstaklega fyrir það sem hún er að gera. Hún er með einhverja snirtivöru línu og svo er hún ofta að sitja nakin fyrir og svona. En það má ekki gleyma einu. Hún er góð í því sem hún er að gera. Já, mjög klár. Það verður ekki tekið af henni. Sko, þau fóru þarna saman, hún og Garðar Gunnlaugs. Hvað er Garðar í dag? Hann var að falla með í að hún er ennþá bara í einhverjum partíum með Hollywood-leikstjórum að dóti, sko. Rest my case. FM 957 á FM 95 Blö. Nei, ég snýr þessu við, það er FM 95 Blö og FM 957. Við félagarnir erum statur hérna við mikrofónin og þið sem heima sitið eða eruð í bílnum, þið eruð væntanlega með hátalara nálægt ykkur. Það er komið að því... Jésús, hvað þetta fann til hérna? Nei, þetta var flott yngum, mamma. Flott kynning. Við erum á leiðinni í dagskrárlið að ringja til útlanda og nú ætlum við að ringja til Búlgaríu. Já, og það er ekkert ástæðuleysi. Við vorum að fjalla hérna Ásdísi Rán á hann. Já, hún er náttúrulega búsett í Búlgaríu. Hún er komin á date með þessum leikstjóra sem ég man ekki hvað heitir. Nei. Sem er að leikstjóra Expendables 3. Já, og við ætlum sögðum með það. Við ætlum að tjekka hvort hún væri búin að meika það. Já, maður veldi fyrir sig hversu margir þekkjana þarna úti. Hún talar alltaf það sjálf að hún sé bara The Ice Queen. Já, hún er náttúrulega búin að vera framan á einhverjum Playboy-blöðum og Maxim-blöðum og eitthvað, sko. Já. En sko, ég ætla með þess að það hefði verið ljótt á okkur að ringja á sjúkrahús. Það hefði verið ljótt að ringja á sjúkrahús og spyrja, veistu hver Ásdís Rán er? Það eru glöðlum drullu saman þar. Já, þetta er allt saman fólk.
Já, en ég er að segja, ég held að, veist, hvað heldur að segja bara eitthvað læknir í Búlgaríu sem er bara á miðri vakt og getur sagt okkur bara, já, ég veit alveg hvað Ásdís Rán er, það er ekki að gerast. En ég hugsaði snirtistofur. Þau varst að leita númerum. Já, því að, veist, hvar eru slúðurblöð, Sverris? Þau eru á snirtistofum. Já, og hárgreiðslustofum. Rétt. Þannig að, Þannig að við getum eiginlega bara, ef að það er einhver hérna í Búlgaríu á snirtistofu sem þekkir hana ekki, þá er eitthvað að. Þá er hún ekki að fræga og við vorum að vonast til. Nei. Tjekka þessu. Beint í Búlgaríu. Добрый день, Martin, телефон. Yes, hello. Hi. Hi. Do you speak English? Yes. Yes, hello. My name is Audi. Yeah. And beside me is my friend Mushroom. Say hi, Sveppi. Sveppi, hi. 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 You are in Bulgaria, right? Yes. Yes, and we were wondering, you have a beauty salon, right? Yes. Yes. Do you know who Ásdís Rán is? What? Do you know who Ásdís Rán is? Ásdís Rán, the ice queen. What ice cream? No, no, ice queen, not ice cream. She's a model. Do you know who she is? Model? Yeah, she's a model. She's from Iceland and she was married to a very good football player. And? Do you know this girl called Ásdís Rán? Yes. Do you know who she is? And? Yes. Yes, so you know. Because we are from Iceland. Okay. And she is from Iceland. Okay. And she is always telling everybody in Iceland that she's famous in Bulgaria, so we were just wondering. Yes, yes. She is? Okay, so she's not lying? Yeah, I'm not lying. Okay. Probably she's not lying, I don't know. Do you like her? No. No, okay. Why not? It's not my type. She's not your type, no. Okay, so you know her, but you don't like her? Yes, I don't like her. Okay. I think this is not a problem. No, it's no problem. We think it's because Iceland is such a small country. And? So if somebody goes from Iceland, the island up in the north, and to another country and gets famous, it's very nice, you know. No, this is not the reason. No, we are so happy. We are so proud of her. Okay. Because she comes from a little island and goes to... Why you're calling me? What? Why you're calling me? Oh, we just picked a random number. Pick the number from the internet? Yes. Okay. Yes. Joke. Joke. What's that? Nothing. Nothing. Okay. So she's famous in Bulgaria. She's famous in Bulgaria, now we know. And? That's all we need to know. Yeah. This. You calling me just for this? Yes. Yeah. We were checking if you know who she is. Yes, I know. Yes. You know, there's not always a reason for everything. Okay, but this doesn't matter. No, it doesn't have to be a reason for everything. We just wanted to hear your voice and ask you if you knew who she was. Voðalega skeptísk eitthvað maður. Okay, so you have a beautiful voice. Yeah. Yeah, and a beautiful voice. Thank you, and we love you. No problem. Okay. Bye-bye. Keep in touch. Keep in touch. Okay. Okay. What are you wearing? What? Nothing. Nothing. No, nothing. I'm at work. Yeah. Sorry about that. Okay. Bye. Það fórstu við strikið. Með að spyrja hvað hún er. Er það dónaleg spurning? Dógeslegur. En svona grínlast, er það ekki dónaleg spurning? Í hver ertu? Í hver ertu? Já. Bara fórinni, ég er myndað mér hana, konunni, ég sá hana fyrir mig dökkara en þú. Já, nákvæmlega spyrir ekki bara, herru, hvernig ertu með stór brjóst eða lítil og ertu dökkara að ljósa? Það er perraskapur. En við veitum núna að Ásdís Rán, hún er ekkert að ljúga, hún er þekktað í Búlgaríu. Við hringdum í random númer í Búlgaríu, það búa þarna 20.000 miljóna. Og meira þess að tíjan viðurkenndi að hún fílar hann ekki. Nei. Það var reyndar... Svo er það annar mál, hvort þú sé vinsæl í Búlgaríu. Já, það er algjört aukadri. Fræg er hún. Já. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðasmára. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Carlsberg.
Players, Búðakór Kópavogi. Stöð 2 kynnir með stolti glæsilegustu vetrardagskrá á upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Hvernig þú búinn að hugsa Sveppi? Ég bara búinn að hugsa alla sem ég þekki. Já, ekki bara sjálfa þeim? Nei, ég hugsa síst sjálfa mig. Það hættu því. Það munurinn á mér og þér. Já, maður þarf að fara að setja sjálfa síðan að setja það bara hannig. En... Það ertu villisverða, kallið minn. Já, þú var náttúrulega að finna eitthvað fyrst til að setja í fyrsta seti þá. Já. Köpa hundi eitthvað. Hvað, er engin kona í þínu lífi? Hvað viltu þá ekki bara ræða það þegar næsta lag er? Það styttist hér í dagskrálið sem að heitir Erfiðir hlutir seldir. Og það tildulega ný dagskrálið. Síðast vorum við að reyna að selja þyrlupalla við Sveppi og ringjum við bara í randónúmer hér út í bæ og vorum að, þykjast vera á símasölumenn og við ætlum að selja ræðupúlt á eftir. Já, hverjum aldrei ekki gott ræðupúlt? Já, svo er það líka vinnur okkar sem var að selja bílinn. Já. Við sem að seldi bílinn sem fyrir 7 árum síðan, við erum búin að ringja hann núna held í 10 sunnum og hann er ekkert rosalega geðgóður maður. Nei, hann er það ekki. En ég ætla að ringja eftir svona og segja núna ég sé loksins búin að finna bílinn. Ég er búin að spyrja hann eitthvað til leðursæti í honum og annað. Já, hann þolir þetta ekki. Nei, þetta fer eitthvað í töðunum. Þetta er mjög skemmtilegt. Og svo er ég með list á því hérna eftir Sveppi, en það er hins vegar komið. Hvað listi er það? Það er eitthvað sem ég er búin að taka Pétur og Steinda og Jón Gunnar í. Ég er enda þorið alltaf að henda þér í hann. Okay. Þetta er svona 50 hlutir sem þú átt að gera á einhverju sviði áður hún deyr. En það kom að stjórnum staðarindum. Nú, er það núna? Það eru við núna. Já, aðeins að hressa upp í þessu. Ok, hressa upp í þessu. Og hér kemur fyrsta. 10 sturla staðarindir coming up. Já, og byrja núna. Fólk er að koma sér stellingar. Þessu er komið áður, en hún er bara svo mögnuð ég ætla að segja hann aftur. Já. Ef að maurar væri á stærð við okkur mannfólkið, þá væri þeir sneggri heldur en Ferrari-bíll. Já. Þeir eru vist það rosalega snöggir. Já, sér það, maura. Hefur þú séð maur labba? Já, það fara ekkert smá hratt yfir og eru pingu litli, sko. Já, ég hef elt maur. Já, hvað, alveg bara allavega upp í Breiðholt, eða? Nei, ég var út í útlöndum. Já, og hvað eldur það langt? Já, þannig að ég er náttúrulega bara, meðan ég tók 1 skref þá... þú tekur svo stór skref. Já. Hann var bara einni hellu, sko. Hann var ekki snöggur yfir, mjög snöggur. Mjög snöggur yfir og ef hann væri jafn stór og þú, þá væri hann sneggri en Ferrari. Ég fór svona að hugsa þegar ég var að lesa þetta, því að hún er nú komið áður, sko. Mér finnst þetta bara svo flott staðrind, að hugsaði líka til dæmis bara að kóngulær og allt þetta, ef þetta væri jafn stórt og við, þetta væri ógeðsleg kvikindi maður. En það er engin maurar á Íslandi. Það er engin maurar á Íslandi. Þægilegt eftir þú fekst þessa nýju tölviðina þetta, þú ert mjög snöggur að googla allt við verðum að ræða. Það er aldrei gaman, það er mjög skemmtilegt, þú kemur staðarind, ég er með svona kjöt á beinin. Kila, það er bara að gera þetta lettar. Já, þú ert bara að vinna heima. Finnast ekki á Suðurskautslandinu, Grænlandi, Íslandi og Hawaii. Nú, ég held að þetta verið kuldin, en það er hlýtt á Hawaii. Svo er það næsta. Klasomaniac, held ég að standa hérna. Klasomaniac, já. Það er að takta þinn tíma. Er fólk sem þarf að öskra allt sem það segir. Þetta er vist, örgulega kannski bara eitthvað svona út haldinn. Þá öskrar við í staðin fyrir að tala. Að þú ert haldinn klasomaniac. Hvað maður er þreyttur á því fólki. Já. Og þú spáði líka bara hvað er örgulega þreytta að vera með þenni sjúkdóm líka, eða þessa áráttu. Já. Þú eru alltaf að öskra. Já, ég reyndar, mér liggur oft hátt rómur. Já. Ég veit ekki, það kallast nú ekki undir öskur. Nei, þú myndir aldrei geta verið í kringum manneski sem öskrar allt sem hún segir. En þá eru þá að tala bara, stæðaðu! Ég er að fara í bíónu! Eða er þetta kannski eins og ég sem er bara svona, hvað segir kallinn? Ég er bara að pæli að kíkja í bíó í kvöldmæð. Þetta er ekki öskur, þetta er bara... Sallvinnur! Hvað er að frétta? Hvað er þetta bara Ólaður Ragnar í nætuvættinni? Nei, hann er ekki alveg svona. Já, þú ert ekki svona samt, sko. Nei. Þú talar ekki svona, Sveppi.
En nei, þetta var svona, það er öskra, það er alveg skellulegt. Bara leiðin í mötilegt eitthvað, velt eitthvað. Þetta er gott. Svo er það næsta, alkohól. Já, ég vil alkohól. Örvar þann hluta af heilanum sem heldur hreinskilni. Þess vegna opna maður sig þegar maður er stundum búin að fá sig kannski 2-3. Eða þetta er á trúnó eins og þeir kalla þetta. Það er, veist það, ég hef alltaf létt gaman að trúnó. Já. Það er alveg eitthvað kósí við það stundum maður er með eitthvað sem maður er búin að þekkja lengi og nennir ekki að, veist, maður er ekkert að opna sig bara leiðin í bíó og bara, ég sætti, veist. Mér finnst það gaman að hendi í svona, ekkert eitthvað alvarlegt trúnó, það má ekki frá langt. Ég segja reglan á trúnó 5-10 mínútur, búið. Bara svona aðeins að segja og gefa sér, og svo bara loka á það, ekki vera á trúnó allt kvöldi. Já, það er alveg rétt. Ég á vin sem við kallum trúnótröllið. Hver er það? Hann er alveg. Trúnótröllið bara. Já, ok, hann er þá ekki með 5-10 mínútur regluna. Nei. Hann alveg. Ég held að taka það inn á ykkur að nútið sem er að hlusta, að ef þið hefði gaman að fara á trúnó, það hafa þarna svona 5 mínútur regluna. Hún er góð. Svo er það hér, Johnny Depp, hann hefur spilað á gítar á tónleikum hjá Oasis, Marilyn Manson og Aerosmith. Já. Þannig að það er bara þannig ef Johnny Depp er á svæðinu þá hendaði bara gítar í hann og hann fyrir að spila með þeim. Sæll, það er töff. Já, hún neitar ekki Johnny Depp. Nei, það var líka ekkert smá töff að vera í bandi og allt inn bara Johnny Depp að spila á gítar hjá þér. Já. Smá stund. Hversu skemmtilegu lífi heldur að Johnny Depp lifi, maður? Við líkur eitraðu töffarið, maður. Hann getur gert það sem hún sýnist. Það er bara Aerosmith að spila. Best að henda sér á gítar. Já, en þú veist, hann er ekki, hann lifir öðruvísi lífi heldur en margir aðrir. Vissulega. Nei, ég er að segja, hann getur ekkert eitthvað að vera bara einhverjum bar, bara að drekka tequila með strákunum og hress. Nei, reyndar. Alltaf einhver gæi komið, hey Johnny, can I have your autograph? Já. Hey Johnny, I loved you in this film. Paparazziar og svona. Hey, cry Margt mann getur ekki og hann er reyndar held ég akkurat típan sem var alveg til að vera laus við fræðina. Já. Hann virkaði þannig á mann. Já, það er þannig. Það eru svona hér. Eftir rifrildi hugsar 85% fólks skynsamar hluti sem það hefði átt að segja. Já. Og það er oft, þú veist, maður náttúrulega getur ekki komið comeback þegar rifrildið er búið. Nei. En ég held að þekki þetta allir sem er að hlusta, að vera búin að rífast eitthvað, hugsa svo bara, okkur ég sagði ekki bara, hvað varst það þetta? Maður fattar eitthvað eftir á. Já. Þetta með þess að myndi má að, maður ég og þú rifumst einu svona í þriðdagsfótboltanum. Þú veist að segja að ég var búin að vera myndið skammar eða eitthvað. Já. Þá böggaði mér rosalega leiðin heim og ég hafði ekki sagt til þig, bara herðu, varst þú ekki öskar og rakka á þá þarna sjálfur? Og ég sendi þér bara í SMS-i, fannstu. Þannig að þetta er eitthvað til í þessu. Og komst með comeback, klukkutíma seinna. Allt og sitt. En reyndar reiðin runnin á mér. Þannig að það var meira í gríni. Svo er næsta, Bill Gates er ríkari heldur en 140 þjóðir heims. Vá. Já, nóg en til þar maður. En hann getur ekkert að þessu gert. Hvað finnur þau? Getur ekkert að þessu gert? Ég er bara fattur hvað það segja núna. Hann getur ekkert að þessu gert. Hvað hann sé ríkur? Nei. Hann er bara að vinna sína vinnu. Já. Nei, veist, en svo er líka... Nei, veist það, því að það hljóma svona eins og auðmikið allar þessar 140 þjóðir. Já. Einn maður ríkar en þeir, ég hatt hann. Hann á náttúrulega bara svo rosalega mikið pening. Já, en hann gefur... Það er akkurat, hann gefur helmingin alltaf og er búinn að gefa meir en helmingin held ég af öllu sem hann hefur þérna. Hann er að bjarga mannslífum, við erum að gefa Gates það. Það er eina sem við hefum sameiginlegt, ég og Bill Gates. Gefum alltaf helmingin öllu sem við hefum. Já, þeir fyrir bara í skattinn þá eða? Yes. Hann er náttúrulega að borga skatt líka, sko. Já. Hann er náttúrulega að borga skatt líka. Já, það sé ekki með einhverja, undankomi leiði þar. Undankomi leiði þar er svartur sér helviti. Ríkismiðbar. Það er svo þetta er alveg æðislegt. Það var kona í Kóreu sem fekk bílprófið í 960.000 tilraun. Wow. Það var búin að falla 959 sem á bílprófinu, svo bara ákomið að skipta með 960 og hún náði prófinu þá. Akkur er þetta ekki lungu hættur að reyna maður. Það lítur að taka bara 4 ári. Já, ég er að tala um eftir sko, maður var án alls grín, það er maður ekki búin að gefast upp eftir 50 tilraunir, þetta væri ekki að detta inn. Almáttugur. Hvað þá 960 tilraunir? En hún lítur að vera svakalega góðu bílstjóri. Í dag, já. Það er svo eina sem að böggaði með þér á að lesa þetta, maður veit ekki hvort það sé bóklega eða... Verklega? Já. Það er örgulega bóklega, ef þetta er verklega þá er hún búin að lenda í svona 1000 áraksturum og allt í rugli yfir og rauðu og veit ekki neitt.
Já, þá líka sem að fyrir sig, hún sé bara með eitthvað stubba fyrir putta og sko, eitthvað rugl í gangi, sko. Hvað meinur? Bara ef hún fellur 960 sinnum á verklega prófinu og bílprófinu, þá bara sé ég fyrir mér að hún sé bara vaksin eins og einhver skrítið dýr eða eitthvað. Bara get ekki keypt bíl. Vaksin? Það fellur ekki 960 sinnum á bílprófinu, það segir sér bara sjálft. Nei, það getur nú líka kannski ekki endilega verið að henni hérna líkamlega, kannski eitthvað andlega. Já, má hann þá taka bílpróf? Heldur þetta sé bara ekki ég kom að taka bílpróf. Já, hefur sestu. Já, ég get ekki haldið stýrin. Heldur þetta sé bara eitthvað monster? Hvað er að þeim? Kannski eitthvað veik í höfðinu, kannski? Hvaða dýr var þetta? Þú veist að tala hún væri bara ekki... Nei, ég er að tala að þú veist að hún getur þá örugglega ekki bara haldið rétt stýrið eða eitthvað. Þetta er ekkert eðliloft, 960 sinnum er rosalega mikið, sko. En þegar að bílstjórinn er búinn að taka hana í 340. skipti í próf og hún getur ekki ennþá haldið stýrið Já, það myndur náttúrulega bara hætta. Það myndur bara segja, herri gamla, þú verður bara að taka strætó, sko. Herri, svo við erum að klára þetta. Ég var með maura áðan, manstu? Já. Ég er með meira maurana. Já. Þeir syrgja og fara með dauða maura í sín eigin kirkjugarð, eða svona cemetery, kannski ekki kirkjugarð, en bara þeir eru svona cemetery. Vá, það lítur það að vera bara allir dagunni í því. Að grafa bara þú ert með hérna 1.000.000 maura sem er út um allt og eitthvað, svo kemur bara maður og stígur ofan á allt drastlið, óvart. Það er bara, hey guys, það dói 9.000 maurar, er þið tilbúinir að bera? Þessum hér er alltaf á fullu. Já, þessum allir vinnumurarnir og allt þetta, maður. Þetta er fyndið. Og mér er samt alltaf skemmtileg pæling þegar maður er að lesa eitthvað svona eins og maura jarðaför. Þú veist, er eitthvað sem syngur og allt þetta, skilur við, eitthvað svona. Við erum búin að fá maurin hérna til þess að sjá útföruna. Þetta er eitthvað svona. En þá veitum við það, þeir allavega syrgja hvað annan. Og það eru tvær eftir. Það var kona sem steig ekki upp úr sófanu sínum í 6 ár. Og í restina þá þurfti að skera skinnið á henni var orðið fast við sófan. Þessi kona var tæp 500 kíló. Þetta er hvað, veist, spáði að fólk skuli bara gera sér þetta. Já, líka bara skemma húsgögnin sín svona. Húsgögnin, driftu saman sófan hann, bara skemma líf sitt og þeirra sem er í kringum hann. Það nú kemst örgulega ansi mikið af fólki í kringum hann. Já, það er náttúrulega alltaf einhverju í kringum hann. En þetta er, veist, svona allir kannist eftir, spáði hvað drókist þetta að gera sér þetta. Sita bara í sófa í 6 ár. Já, þetta er bara auðmýkjaskapur, og ekkert annað. Já, þetta er kannski þunglindi. Já, reyndar kannski. Það er nú bara geðsjúkdómur. Já, það er kannski. Þannig ef þú kallar það auðmýkjaskap, þá ættir nú kannski aðeins að fara að... Nei, bara veist aðeins að fara að passa hvað þú segir hérna í útvarpinu. Nei, menn ok, þú þunglindur eða þetta er meira... Bara halda áfram að draga allt veikt fólk nýr í svaði. Þegið, er þetta ekki með... Ok, þetta lítur bara, þetta jaða við geðviki, þetta er geðviki. Já, þetta er það, en það er bara leiðilegt að fólk skuli ekki hafa leitað sér hjálpar fyrr. Já, það er reyndar. Eða keypt stærri sófa. Já, svo er það síðasta hérna, CIA njósnarar, þetta er bara svona að sýna hvernig húmórinn þetta var í gamla daga. CIA, sem sagt, njósnarar sem unni hjá CIA, stríddu hvorum öðrum á 7. áratugnum með því að lauma LSD í mati og drikki hjá hvorum öðrum. Það var bara svona eitthvað flip. Það var svona, þarna náði ég að sveppi. Hvað? Voðalega líður mér eitthvað skringi. Já, það var LSD í Pepsi-inniðinu. Það er bleikan fíl. Það er bleikan fílinn. Þetta voru sturlaða staðarindir þennan þriðjudag. Það voru góðar í dag. Já, það var mjög ýmislegt þetta að ræða. Já. Þetta er dikt. FM 957 kemur í samstarfi við Geimstöðina Kringlunni. Goes for goal! FIFA 14 kemur í verslun Geimstöðarana miðvikudagskvöldið klukkan 22. Þeir sem tryggja sér eindæki forböndum fá keppnisrétt í FIFA mót Geimstöðarinnar sem haldið verður á miðvikudaginn. Fyrsta sæti gefur ferð fyrir 2 á leiki Elska með gamanferðum. Annað og þriðja sæti gefa gjafabréf frá Geimstöðinni. Athugið, þið forbandi leikin á geimstöðin.is eða með því að mæta í verslun Geimstöðarana í Kringlunni. Nokkur heppnir frá eintakið endurgreitt. FM 957, Geimstöðin og FIFA 14. Apótekið býður þér 20% afslátt á Voltaren Geli og Voltaren Dolo út september. Apótekið, einfalt og ódýrt. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players, búðakór Kópavogi. Bátur mánaðarins á Subway er pizzabátur og kostar aðeins 450 krónur. Pepperoni, pizzasósa og ostur og brakandi ferskt grænmeti. Subway, eins og þú vilt hafa. Vantar þið bíl?
Auðvelt kaup á næstuði í 9 bílum. Afís-bílarnir eru komnir á bílasölu Reykjavíkur. Bílsöða 10. Stöð 3, krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smertu þér á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Þið erum með stilt hér á FM 95 Blö á FM 957. Já. Við erum í Fantagýr, strákarnir. Það er 3. dagur. Á morgun það er miðvikdagur á morgun. Ertu að meina þetta? Þá er vikan bara hálfnur. Já, þetta er búið. Þetta er fljótt að liða. Já, tíminn maður. Já, tíminn. Það er ótrúlegur. En það er komin, talandi um tíma, þá er komin tími á einn vin okkar sem að hefur verið hérna síðustu þætti. Ég er spenntur. Já, og það sem við ætlum að gera núna í fyrsta sinn er að við höfum verið að hringja nú vinnusímanum. Það er komin ný græja hérna upp í vinnu sem við höfum nú örugglega eftir að nýta okkur bæði á móðu mín og fleiri. Já. Nú er þetta að hringja úr Gemsa. Já, nú getur þú hringt úr þínum eigin síma. Ég get hringt bara úr símanum mínum. Hann þekkir ekki númerið. Nei. Og þannig að það kemur ekki úr svona vinnunúmer. Nei. Við þurfum að safna ykkur bara sem ég hringi alla vinnu mína bara með eitthvað rugl, sko. Já. Við þurfum að nýta okkur þetta. Nýta okkur þetta til í síðast. Þetta er maður sem átti bíl fyrir 7 árum. Já. Hann seldi hann fyrir 7 árum. Bílinn er Iveco Turbo Daily bíl. Já, Iveco Turbo og það hefur komið fram í þessum þætti að hann var aldrei ánægð með hennar bíl. Og við hringdum í hann til Englands og við erum búin að bögga hann einu sinni viku í mánuð örglega. Já, við skulum, þó við erum búin að gefa ykkur þetta áður, skulum heyra stutt brot hérna frá þessum manni áður en við hjólum í símtali. Já. Hvað var hann keyrður hjá þér? Ég ætla ekki að tala við þig meira því að ég er í útlöndum. Var geislaspilari í honum? Ég ætla ekki að tala við þig meira, ég er út í Englandi. Hann er á kóður. Ég er út í Englandi. Ég nenni ekkert að tala þennan bílmaður, ég seldi það fyrir 7 árum, hver ert þú eiginlega? Manstu ekki litin á hann? Ég nenni ekkert að svara þennu þennan bíl. Rugglaður. Þeir eru svolítið sjálf. Ég seldi svona bíl fyrir 7 árum og hringi oft í mig og ég hef engan áhuga á þessu máli. Hef ég hringt í þig áður? Já, margsinnis. Við erum búin að tröfla hann í Englandi og við erum búin að tröfla hann á Íslandi. En þetta er nú komið að loka tilhörinu því að nú ætla ég að hringja bara úr Gemsanum mínum. Já. Veistu hvað ég ætla að hendi í Sveppi? Nei. Bíllinn er fundinn. Ég ætla að segja honum að ég sé búin að finna bílinn. Já. Þó svo honum við séð dröllur saman. Já, það verður áhugavert að heyra hvernig hann tekur því. Þannig að það er bara vonandi að hann svari. Gallinn, ert þú tilbúinn, Sveppur? Ég býð spenntur. Já, ekki bara hringi í mannin. Það er maður að sjá. Já, ég er náttúrulega bara að hringja hérna á Gemsanum mínum. Þetta er skemmtileg tækni og já, við erum búin að vera í loftinu núna í rétt hægt 2 ár og þetta er í fyrsta sinn sem við gerum símat beint úr Gemsanum mínum. Já, það er 2013. Það er breytti tímarinn í FM 95 Blö. Hérna maður að sjá. Já. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég ætlaði að tjekka hérna, var ég ekki búin að vera í sambandi við þig varðandi gamlan Iveco-bíl? Heyrðu? Já. Ég nenni þess ekki. Alls ekki, vinnu minn. Ég hef engan áhuga á þessu. Nú, ég ætla að... Þú voru að hringja margótt í mig. Ég ætla að láta vita að hann er fundinn. Já, ég hef engan áhuga á hann. Nei, ok, en ég... Ég er ekki, já. Hæ? Nei. Þetta fór strax bara, maður. Ég nenni þess ekki. En núna, sko, ég hringdi hann þrjú Gemsanúmerinu minna, þannig að hann bara gerir allt vittlust þegar ég held áfram að hringi í hann. Já, nú veit hann sko númeri hérna í vinnunni og Gemsanum. Já, hvað á ég að gera núna? Hringdu maður strax aftur. Þetta var svo stutt, maður. Já, hringdu strax aftur. Okkur? Aðtóð bara hvort hann svari. Já, ég held að hann svari ekki, sko. Ég nenni þess ekki. Halló. Já, sæll og blessað, það hefur slitnað hjá okkur? Nei, það slitnaði ekki því. Ekki að tala um þetta. Nú, ok, Blessaður. Ég fyrir ekki að það eins. Fyrir ekki að þau. Nei! Þetta er döitt. Þá er það döitt. Þá er búið að þurrmjólka þennan gæja, maður. Þetta var stutt og laggott í dag, maður. Mér langar svo, okkur gæti hann ekki tala aðeins við mig. Hann að því að þú ert líka búin að hringja í hann 10 sinnum
að tala einhvern eldgamlan bíl sem hann löngum búinn að selja. Já, og drullu saman hann var aldrei ánægður með hann með þessi. Nei, hann þoldi hann ekki. Já, þá held ég við verðum að láta greiði mannin í friði. Þetta búið að vera gaman samt. Já, búið að loka þessum fallega hring og við skulum henda einhverjum fallegum tónum á fóninn. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code. Þeir eru að hlusta hér á Udda og Sveppa í FM 95 Blöð verður með ykkur til 6 í dag. Hér rétt handað á hornið dagskráliðurinn sem að við köllum erfitt að selja suma hluti. Hvað heitir þetta? Það alltaf svo gaman þegar þú ert að reyna að segja hvað það heitir. Já, ég ekki þetta ekki dagskráliður. Við erum bara að fara að reyna að selja eitthvað drast. Já, við reyndum að selja þyrlupalla daginn. Það gekk erfiðlega og ætlum að reyna að selja ræðupúlt á eftir. Já, ringja bara sem símasölumenn í fólk og segjum að við séum með ræðupúlt til sölu. Það bráðnauðsynlegt að eiga ræðupúlt. Sjáum hvernig það fer allt saman þær hér eftir smástund. En áður við fyrir mig það, Sveppi, þá ætla ég reynda búin að vera pínu hrættu við... Ég var næstu búin að sleppa því að fara í þetta með þér hérna. Hvað er þetta? Sko, ég er búin að fara... Þú ert ekki... Já, ok, það er ekkert að fara út í þannig. Hérna, ég er búin að fara í þetta með Steinda og Pétri Jóhanni og Jón Gunnar tók þetta hérna í gær og eitthvað. Já. Þetta er sem sagt, það var að vinstalast inn á hann.is. Það voru 50 atrið sem verður að gera í kynlífin áður og deyrð. Já. Ég er nú svona búinn að styrka út þannig að þetta sé fyrir ykkur sem eru að keyra. Það er ekki dónaskapur í þessu sem ég les upp hérna. Þannig ég er svona, það var pínu dónaskapur hann í byrjun, sko. No. En nú er ég svona að fann að velja spurningarnar aðeins betur. Já, þetta er eitthvað goody two-shoe. Nei, bara, þú veist, þetta er viðkvæmt, svona, það er ekki töff að segja sumt sem er hann, sko. Ok, það er bara svona það er bara óþarfi. Þannig að, sko, samkvæmt hérna, það kom þessi listi, þetta eru semst 50 hlutir sem áttu að vera búin að gera í kynlífinu áður og deyrð. Og ég er búin að vera að spurja strákana hérna, hvað þeir eru búin með það, svona hvað er eiga eftir, og... Já, ok, þú vilt fá að vita allt sem ég hef gert í kynlífi? Nei, alls ekki. Þú náttúrulega ræður hvort þú svarir eða ekki. Já. Og ég sé það nú bara svona svipnum maður. Þetta hefur verið ansið áhugavert, en ég ætla að spyrja þig hérna. Hefur þú stundað símakynlíf, Sveppi? Símakynlíf? Já. Hefur þú verið með... Já, ég hef gert það. Þú hefur gert það? Já. Ég var til dæmis líka með gemsa og hringdi... Ég átti klámbla og fór að hringi allar númerin sem er alltaf aftast í klámblaunum. Já, þannig sem ég var nú að tala meira bara með konin, sko. Nei, við erum svo mikið saman, sko, Varst að hringja... Nei, síð. Hvað varst að... Það hefur ekki lesið klámbla? Ekki í mörg ár, nei. Nei, séðu bara satt. Ekki mörg ár, það er bara dagsatt. Ég hef alveg lesið klámbla, en... Já, ég er svona að skoða. En það er alltaf aftast, það var alltaf fullt af svona alls konar hotline og eitthvað svona... Já, þú varst að hringja bara í það. Já, ok, þannig að það er þitt símakynlíf. Yeah, baby. Þú er nú væntanlega stundar sjálfsfróðan. Já. Það segir sem minni sjálft. Bara síðast í morgun. Hörðu, hvað hérna? Hefur þú notað hjálpartæki ástarlífsins á einhvern hátt í kynlífinu? Já, ok. Hefur þú látið binda þig? Nei, það held ég ekki. Þú er aldrei búið að binda. Ég man ekki eftir því. Það er ég til að lappin á það, maður. Láta binda mig? Þú bindir eitthvað þar við eitthvað Ég er með rosalega, ég myndi ekki vilja það. Ég er svo mikla innlokunarkennd. Ert þú búin að binda eitthvað annan? Nei, ég hef ekki bundið mig. Ekkert í því, það er eitthvað annað sem er eftir. Hefur þú stundað kynlíf þar sem hægt er að koma að þér? Ég hef reyndar bundið mannesku og pínt hana til þess að horfa á mig stundum. Er það ekki aðna? Þessu maður. Gerðu þessu maður hérna, Sverris? Ekki vera að ljúga. Sá grét maður. Æ, Sverris, það er hægt að grét. Stundað kynlíf, já, utan dyra og, já. Og þú hefur stundað kynlíf þar sem hægt er að koma að þér? Já. Nú. Það er kynlíf meira frá þér heldur þú strafum. Já, ég meina, ég á 3 börn. Þú hefur stundað kynlíf í bíl? Já, það held ég nú. Kynlíf í bílalúgu? Bílalúgu? Já. Já, bara á McDonald's. Bara á meðan að maður er að panta. Og metro er svo heitir í dag? Já. Já, menn ég veit ekki, það stendur bara hérna, kynlíf í bílalúgu. Hvað var maður að halda? Þetta er voðastegt. En þetta er svo skrítið listi, af hverju er þetta 1 af 50 hlutum sem þú þarfst að gera? Ég veit ekki, er ekki bara eitthvað penni sem hefur ekkert að gera og býr til hennar lista? Já. Kynlíf í flugvél? Já. Nei, það held ég nú ekki.
Nei, ok. Eina þá. Ekki svo í munni. Kynlíf í hjónabandi. Ó já, kallið mér. Já. Ég nú eini maðurinn í þessum útvarpsþætti sem að getur startað hakað í það. Já, kynlíf. Jó, náttúrulega Jón Gunnar. Já, Jón Gunnar reyndar. Kynlíf í báti. Kynlíf í báti. Já. Já, ég veit alveg hvað bátið það var. Búið að haka á það. Tjekka á það. Kynlíf í vatni. Jep. Sundlaug. Var ekki alltaf í sund eitthvað? Verður maður að hafa verið með einhverjum eða er þetta með sjálfum sér? Æ, Það er spað með. Ekki varstu eitt bara í heitapottinum í Breiðholtslauginni, maður. Að kippa? Nei, herðu, hættu þessu, maður. Nei. Hefurðu dottið í létta flengingar? Það er mesta lagi, sko. Það hefur aldrei verið eitthvað sem er ákveðin eitt fyrirfram, en það hefur kannski dottið inn fyrir slistni í heita leiksins. Ég viðurkenni það kannski. Standandi kynlíf. Ég var mjög rauður á rassinum eftir það. Standandi kynlíf uppið vegg. Ég vil láta raskið það mig. Já. Nei, uppið vegg. Já. Ekki svo í muni, ekkert eitthvað svona, herðu, við skal gera þessi kæðum, það var bara uppið vegg. Þetta er ekkert eitthvað svona tiltökum atriði, sko. Nei, en kynlíf í svarta myrkri? Já, potið ekki, það var ekki allir. Kynlíf í dagspyrtu? Jó, ég fjandinn. Kynlíf í tjaldi út í óbyggðum? Ekki út í óbyggðum? Nei, bara í garðinum heima þá. Nei, með svona kúlutjald sem ég hendi ofta upp. Og þú þurfum svona næði þig. Hefurðu hort á klám með magaðinum? Já. Klám? Já. Ég hef verið með klámstöð. Já, hefurðu hort á klám 1? 1? Nei, það er dreigð í mörkin. En hvað er meira? Ég þori ekki að spyrja það meira hérna. Kynlíf með bundi fyrir augun, hefur þú dottið í það? Nei. Hefur þú notað ísmóla? Ísmóla? Nei, ekki svo í munni, sko. Hafið þið farið í hlutverkaleiki? En ég hef notað, ekki endilega ísmóla, en ég hef notað... Rjómaís? Rjómaís? Hvað finnst þér í feitur? Nei, bara til að krydda. Nei, ég notað yfirleitt krydd í... Já, bara að sé svona álaður. En eitt eftir lokin, en hlutverkaleiki? Nei, ég gæti það ekki. Nei, ok. Ég myndi hlæja svo mikið. Já, það er það hann og Jón Gunnar var að segja líka. Það er eitthvað... Það er rosalega erfitt. Já, það ekki. Jú, það er ótrúlega skrítið. Já, en það er samt fólk sem er í því og... Já, það er fullt af fólki. Gott og vel, sko. Ég er nefnilega aldrei, sko, svona búningadæmi, hefur aldrei heillað mér neitt sérstaklega mikið. Nei. Og ég hef aldrei tekið þátt í einhverju svoleiði, sko. Það finnst mér bara að vera eitthvað svona vesen. Já, mér finnst samt alveg, sko, það er að kaupa mjög sexy svona búninga, það er ekki það, sko. Já, mér bara, hérna... En sko, fyrir mér þá þarf ekkert að vera eitthvað leikur í gangi þó að sé búningur, sko. Nei. Þannig að, það þarf ekkert að segja að kærastæðin eigi, hvað? Ég er nú bara það... Löggubúningur eða eitthvað, eða hjúkubúningur, þá þarf þú ekkert að þykjast að slasa þá hún kom inn í búningnum, sko. Nei, en þetta er margir gera þetta svona til þess að gera konu sína eitthvað kynþokkafyllri kannski heldur hún er. Ég hef alltaf verið laus í það. Já, ok, klæstilegt er það. Mín er svo fín eins og hún er, maður. Nei, þetta er ekkert endilega gert til að gera hana meira. Jú, þú giftur einhverju ljótri konu bara henni að fara í eitthvað drast, maður, svo ég mögulega nenni þessu. Við ætlum að fara í auglýsingar, maður. Oktoberfest verður haldið hátíðlegt á Pósthúsbarnum á Akureyri helgina með FM 957. Föstudagskvöld, Pétur Valmundar og Yngvi Eysteins með bestu tónlistina í búrinu. Háskólanemar á sprellmóti sérstaklega velkomnir. Laugardagskvöld, kvöldið byrjar klukkan 10 og mjög sérstöku en stórskemmtilegu Oktoberfest pubquizi. Buddy Dalton tekur svo við og keyrir upp stemninguna þangað til plötusnúðarnir Yngvi Eysteins og Pétur Valmundar taka við og þeyta skífum langt inn í nóttina. Pilsner úr kell á kantinum alla helgina og fyrir þá fyrstu margborgar sig að vera mættur snemma. Sjáumst á Oktoberfesti á Pósthúsbarnum Akureyri helgina með FM 957. I don't watch too many movies. The pretty woman, the first kiss, the breakup, the makeup. Everyone knows it's fake, but they watch it like it's real life. FM 957 og Sambíóin bjóða nokkrum heppnum hlustendum að sjá myndina Don John. 50. 27. september klukkan 20 í Egilshöll. Fyrsta mynd leikarans Joseph Gordon-Levitt sem leikstjóra og handritshöfundar fjörug og bráðsmellin ástarsaga frá öðru sjónarhorni en áhorfendur eiga að veljast. What are you doing? I was just reading email. No, you weren't. You were watching porn. Don forfallinn klámfíkill sem líður best með sjálfum sér að horfa á netklám og ná sér í nýja stelpu í hverri viku. Hinir órannsakarlegu vegir ástar og kláms. Skemmtileg og öðruvísi mynd sem kemur hressilega á óvart.
Þeir sem ekki ná sér í miða geta keypt á sérstökum FM 957 kjörum. Kíktu á kvikmyndir af Don John með FM 957 og Sambíónum. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Núna væri gott að skreppa í sund. Ef þú ert með bláa kortið, færðu helmingsafslátt í laugarnar á höfuðborgarsvæðinu. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sesam Engifer. Fiskverslunum Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grávogi. FIFA 14 er að koma út. Vertu fyrstur í heiminum til að spila FIFA 14. Komdu í geimstöðin á miðvikudagskvöldi klukkan 22 og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957, það eru Öddi og Sveppi með ykkur hér. Síkátu sprellararnir. Síkátu sprellararnir. Alltaf í flippstuði. Akkurat, og erum með mitt í flippstuði núna. Já, nú flippum við yfir okkur. Já, þetta er nýr dagskrárliður sem við byrjuðum með í þar síðustu viku. Já. Og það er alltaf, maður fær alltaf svona nettan fiðring þegar maður fyrir nýjan dagskrárlið. Já, þetta er spennandi sko. Já, hann er ennþá svona ferskur og skemmtilegur einhvern veginn. En hann er byggður á skets sem við gerðum í svínasúpunni. Já, og við nýttum okkur þann skets í fyrsta sinn sem við gerum með dagskrárlið. Og þetta er sem sagt, erfiðir hlutir seldir. Það er ekki ágætt snabbt á hann. Jú, í sketsinu vorum við að selja þyrlupalla. Já. Nú ætlum við að selja eitthvað annað. Akkurat, og þá var Pétur einmitt sem leik í sketsinu. Við reyndum að selja þyrlupalla hérna þar síðasta þriðjudag. Hvað vorum við að tala um núna? Ræðupúlt? Já. Lítið nota ræðupúlt til sölu, maður. Það er eitthvað svo sorglegt við það. Já, þetta er dæmt til að fara úrskeiðis. Og við ringjum bara einhvern nöfn hér út í bæ og segjast þér, hvaðan eru að ringja það samt? Þetta getur verið bara frá antík sölu guðmundar eða bara maður sjálfur. Já, sjálfur, eða bland.is. Já, bland.is, það er það. Það getur sagt bara að þetta sé afgangar. Já, ég ætla að prófa þetta hérna. Ég er búinn að finna hérna unga konu. Ræðupúlt til sölu. Já. Ólöf. Já. Komdu sæl og blessu, Bjarni heiti ég og hringi hérna frá bland.is. Bjarni. Bjarni, já, komdu sæl og blessu. Sæl og blessu. Herðu, ekki vill svo til að þig vanti ræðupúlt. Vanta. Við erum að selja hérna ræðupúlt. Við erum með 16 stykki eftir hérna á lager hjá okkur. Á hverju segir þér? Þetta er ræðupúlt. Ræðupúlt? Já. Púlt? Já, ræðupúlt. Meter. Já, heyrðu þú, ég hafi aldrei haldið ræðu. Nei, en kannski er það því að þau verður alltaf vant að púltið. Ég held ekki. Ég held ekkert að gera þetta. Nú erum við með 16 stykki hérna, Ólöf, sem við erum að reyna að losa við og okkar á milli þá er komin, það er alveg ágætis afsláttur á þessu, mun ódýrar að kaupa í síma heldur en á netinu í okkur. Já. En ertu ekki með einhverja í kringuðin sem að... Nei, ég hef ekki bara einasta mann hérna, en ég er ein hérna og hérna, ég hef ekkert að gera með þetta. Ræðupúltið með heimsendingu er núna 38.000. Já. Og þá kemur að tilbúið til þín, við erum með, það er hátalari og mikrofón sem að þú tengir og ef við getum hjálpað að tengja mikrofónu við púltið, það er svo sem ekkert mál. Svo er þetta á rúllandi dekkjum, þannig að það er þetta að færa þetta á milli herbergja og ef að krakkarnir vilja halda ræðu inn í stofu og þá er einhver stund að rúlla þessu fram. Ég held að þau hafi bara nóg með sína ræður og nóg að stóla, sko. Já, en var ekki gaman að leyfa að gera það í púltinu? Nei, elsku kallinn minn, ég bara nenn ekki að þetta.
Nei, ég skil þig. Bara svo gamall og... Já, bara svona okkur á milli Ólöf og þá tók ég sensin á sig sjálfur. Já, það er alltaf lægi. Ég pantaði 22 stykki og þetta er bara ekki að fara út. Nei. Þannig ég skal láta hafa þetta. Er ekki yngra fólki að kaupa þetta? Það er bara eins og að halda ekki ræðuleikum, maður. Ég veit ekki hvað djöfisins rugl þetta er. Ég held að það myndi að halda ræður. Já, það held ég nú líka. Ég er náttúrulega að byrja að hringi fyrirtæki. Ég er búin að reyna að koma þessu út núna í hálft ár og ég er bara að byrja að ringja núna í heimahús. En ég skal að því að þú ert vinkon, Ólöf, ég skal láta hafa á 20.000. Ég skal setja upp mikrofóninn og dekkin sjálfur hér. Ég skal bara koma heim til þín. Já, heyrðu, býttu. Ég ætla að heyra ykkur börnunum mínum. Já, hvort þau vilja þetta. Auðvitað, ég get alveg lofað því að þetta verður vinsælt, þetta slæri í gegn. Já, ég skal vel fá þig mér hvað guðan á að tala, ég ætla að skrifa þig niður. Já, ég heiti Bjarni og er bara með tölvupóstinn bjarni@ræðupúlt.is. Þetta er spennandi, ég get alveg lofað því þetta slæri í gegn á krökkunum. Það er alveg, krakki minn er óður ég gaf honum 1. Já. Hann alveg bæði heldur ræður á mótnana á kvöldin og er að æfa sig og þess að millir hann bara er hann að rúlla sér á þessu. Ég ætla að spyrja hvort ég kaupi þetta og hvort þú vilja vega þetta. Já, það er verst að maður getur ekki verið hérna hjá þér þegar þú ert að spyrja krakkana hvort þú vilja því ég myndi náttúrulega hjálpa að selja þetta. Já, ég skal nú reyna að geta fyrir þessu. En hafðu það annars gott, Ólöf mín. Hvað er síma hjá þig? Ég er bara ekki í síma. Þetta er ekki síma? Ég er að selja handrið tók sensin á þessu. Já, ég það er nefnilega. Maður lagði allt undir. Ég skal láta þetta. Ekki máli, Ólöf, takk fyrir. Takk fyrir. Ég var hún var aldrei að fara að kaupa. Þetta er svona góð kona. Já, hún var fann að markina. Já, leið og ég sagði ég þetta ekki sjensil á þessu sjálf. Þannig að þetta var ekki lengur bara eitthvað fyrirtæki. Þetta var þetta bara mín skita. Já, og svo er hún alveg bara, eru unga fólki ekkert að kaupa þetta? Ræður? Það kom með þér. Já, tjekkum að þú. Þú vilt ekki reyna að þetta er steikt, sko, við vissum það alveg. Þetta er steikt, ég er bara veð í sölumannagýrin. Já, ertu með hann tilbúðin á það? Já, smá kaffisopi og þá ertu orðin hæpera. Good to go. Já. Já, góðan daginn, Sigríður. Já. Sæl og blessu Gunnar heiti ég og hringi hérna frá bland.is. Ég var svona veltaði fyrir mig, hefur þú áhuga á því að kaupa ræðupúlt? Hvað er það? Við erum með nokkuð svona ræðupúlt, þau eru 10 stykki sem við erum að reyna að losna við, þau eru þegar 2 farin í Þingholtinn og var aðtók hvort að þið vantaði ræðupúlt. Þetta er svona við sérstök tilefni, það er með ljós í borðinu og... Nei, Sigríður? Ekki. Sigríður, ertu þarna Sigríður mín? Já, nei. Já? Nei, ég held ég hafa ekki á það. Þetta er að fara á helmingsafslætti núna í gegnum símasölu og þetta er meter á hæð og það er hægt að hækka það mest upp í 1,5 meter. Hvað nýtti þetta í bílnum eða hvað er þetta? Bílnum? Nei, Sigríður mín, þetta er ræðupúlt. Ræðupúlt? Á ég bara að flytja ræðu eða? Já, ef að það er, þetta hentar vel í fjölskyldubóð, jólabóð, páskana eða náttúrulega stóra afmæli. Þetta er að mókast út, sko. Ertu ekki að djóka í mér, skil? Og það eru mjög margir sem er að gefa þetta í gjafir. Já. Og þá er mjög skemmtilegt að vera búin að planta þessu þegar að viðkomandi kemur heim og sér þetta. Þá er svona nær maður mestu svona ánæginni. Því að þetta er að vera alltaf vinsæll að vera með svona ræðupúlt, sérstaklega líka þegar margir eru með börn. Nei, vinnir, ég er bara að vona að gangi vel með þetta, en... Þetta er 35.000 krónur með heimsendingu. Já, nei, elskan, ég bara get ekki spáðið það núna. En þetta er nú góð gjöf fyrir barnabörnin? Nei, þetta er ekki alveg að kveika, skilur. Og þetta með þess að getur verið sameiginleg gjöf fyrir heilu fjölskyldunar? Já, Sigríður? Já. Sofðu á þessu? Nei, elskan mig, ég hef ekki á það, sko. Sigríður, þetta er tilbúð sem að margir ætti ekki að láta sér og greipi henda, en ég sleppa. Takk að þér samt, kalla. Sigríður? Ræðupúlt á því hús hér. Við vorum í þessum töluorðum, sittum aðvil hérna og mér sem er búin að selja 2 ræðupúlta meðan ég er að tala við því. Já, elskan mig, ég hef ekki um það, en ég hef ekki á það, sko. Nei. Takk fyrir, kalla. En sturtubotn, lítið notaður? Já, eitt sem ég vantar að losna við. Já, vantar að losna við sturtubotn? Já. Ertu með 2?
Ég með einn skúrnið á mér. Já, þá ættir nú að vera í sambandi við okkur. Svo erum við með allskið skemmtilega vörur og meðal annars leðurjakka úr mannshúð. Já, ég ást ekki það. Já, þú kemur ekki tóma. Vona að gangi vel með þetta bara. Ekki málið. Takk fyrir kjalla, bless. Blessiru mín. Hvaða svaða sölum að þetta Þessi gæti selt. Þessi gæti selt. Þetta bara spurningir að grípa nógu oft fram í. Já, bara nógu mikið orðum. Þetta ég var ánægð með hennan. Þetta var steikt kannski. Já, þetta var grilla. Sýrjú, ég munið litli náni. Já, þetta er samt, það er eitthvað skemmtilegt. Mér að dagskólinu gengur út á að selja steikta hluti. Já, við reyndum. Já, þetta er gaman. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sweet Chili Teriyaki. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Með afsláttarþrepum Orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur þú verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. FIFA 14 er að koma út. Vertu fyrstur í heiminum til að spila FIFA 14. Komdu í geimstöðin á miðvikudagskvöldi klukkan 22 og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. Horfðu þegar þú vil. Tímaflakk í Vodafone sjónvarpi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Há rétt Jón, þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Það er Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson sem eru hér með ykkur í Fantagír. Og já, við ættum eiginlega, Sveppi, ég er bara að sjá það núna, við ættum að vera í frí í dag og að leita að ketti. Já, sko, hérna bara stærsta fréttin á vísi.is. Köttur straukur engaþóttu og fundalaun, sem sagt kötturinn heitir Núk, ég veit ekki hvað það á að hjálpa, enginn að fara að kalla á eftir honum. N-U-K heitir hann. Og það er 100 áskall í fundavölin, hann slapp úr einhverjar engaþóttu sem er staðsett á Reykjavíkflugvelli. Já. Og hérna stendur sko, við komum til Reykjavíkur í gærkvöld og gistum á Hótel Natura, kötturum var hins vegar eftir í flugulinu og við skildum hurðin eftir með lítil rifu, kötturum þá sloppið út hann, segir Susanne Alsing frá Danmörku sem er eigandi kattarins. Já! Það er nót til að peningarna hjá þessum dönum. 100 áskall? 100 áskall og já, Núk er svört með hvítri doppu á bringunni og bleika ól. Þannig að ef einhver sér köttin Núk þá er þetta bara 100 kall í vasan maður. Vá, það er okkur stappað fólki að það niður frá. Já, leita á honum. Leita kettinu. Það voru vist einhverju björgunarsveitamenn búin að vera að leita á honum eitthvað sko. Og það hefur ekkert fundist. Þetta er svona, þetta minnum á atrið þetta með Ben Stiller. Þegar hann, kötturinn var týndur í Meet the Parents. Já. Og hann bara, hittar hann ekki Jinxie eða eitthvað. Og hann bara spreyjaði skottið á hann svo það myndi trúa að þetta væri hann. Það er nefnilega málið, veist. Það fer ekki bara heim og kaupir bara svartan kött og fyndu svartan kött, spreyjaði þessa hvítu dopp á hann og heimtaði 100 áskallinn. Já. Þau eru komin hálfa leið til Danmörk og þau eru að fatta þetta. Já. Þannig að það skiptir engum máli. En hver skilur köttin eftir í engaþóttu? Hvað er það taka með því? Ég held að það hefur ekki köttur, það er bara fínt eða hann í chili í engaþóttu. Það er alveg eftir að skilja köttin eftir að verða í staðin það. Já, en ég meina, veist, akkur skilur hann ekki eftir heima? Já, það tekur hann með þér inn fyrst að þið þykir svona rosalega væntum hann. Þú mátt ekki vera með kött á Natura, maður. Nú er það þannig? Já, þú getur ekki verið með kött á hótelum. Nei, kannski ekki. Þess vegna skildi hann eftir og hann slapp. Og það, ég meina, 100 áskall eru fín fundalum fyrir að finna kött. Já. Hvað myndur hann að leita lengi fyrir 100 áskallinn? Ekki neitt, sko. Nei, ok, sorry. Já, ég myndi lítið eftir honum ef ég væri hann í grendinni. Bara í bílnum, bara ég myndi ekki skila honum. Akkur? Ég myndi eiga hann. Nú, það græðir ekkert á því. I know. Þetta snýst ekki allt um að græða. Það fær enga pening? Peningar er ekki allt. Nei, ég meina, sko, það eru tilfinningarlega bönd þarna á milli þeirra. Eða allavega svona talega... Segjum sem svo að ég myndi finna hann kött. Þá myndi ég hringja á Natura og segja góðan daginn. Ég er með lítinn núk hérna í skottinu hjá mér. Ég er með núkas? Ég er með lítinn núk. Og þá myndi ég segja, heyrðu, það er frábært. Hérna, þau eru búin að heita 100 áskalli. Já, þessi köttu verður ekki lifandi fyrir minna en 300.000. Hæ? Já, 300.000 krónur. Leif mér að tala við þessa dönsku pulsu sem á þetta. Já, ég er með köttin, 300 skall. Nei, það er ekki hægt. Nei, þá er ég bara að fara að snúa einn úr hálslið og það verður steik í kvöld. Já, kattasteik. En ég skil gott að fara, þú myndi vilja meira. Já. Verða með rannsóm og leiðandi. Ef þú ert með engaþóttulið, þá myndi ég heimta. Já, meiri þú ferð alltaf frekjun. Þú vilt alltaf aðeins meira. Nei,
Það er verið að bjóða þér 100 skall fyrir að finna eitthvað kött. Þú heimta 300 og annars ætlar að taka hann bara af lífi og geta hann, heyrðist mér. Þetta kallar þetta hugsa út fyrir boxi. What's going on, man? This is Drizzy. Going home. Það var samt ekki alveg við okkur strákana. Við hefum alveg 10 mínútur eftir, þá verðum við förum heim allavega. Já, heyrðu, ég er að sjá það að vinkona henn er að opna búð. Hvað er vinkona mín? Hvað heitir hún? Þú varst alltaf að tala hana hérna. Hvað heitir hún það? Miss er að opna. Hvað segirðu? Einhver vinkona þín sem ég oft séði með henni. Nú, hvað er það? Hvað heitir hún hérna? Katalína, já. Það var svo fendin. Við ertu bandanlega, þetta er bara með lélegir brandur sem ég heyrt. Þessi var fýtt hjá mér, maður. Hvernig átti ég að vera með henni? Nei, ég sá okkur einhvern tíma, mannst ekki, þú kom einhvern tíma í mat heim með þér og eitthvað. Ég veist ekki, svo sem var að selja vændi eða? Jú. Já, einmitt, þú sást mér með henni, hættu þessu bull. Nei, hún var ekki að selja vændi. Nú, hvað var hún ekki það? Hún var að bjóða upp á vændi eða eitthvað. Okay. Já, þannig við erum að tala um sömu Katalínu, væntanlega. Já. Já, hvað er hún að opna verslun? Já, hún er búin að opna fatabúð hérna í Holtagörðum. Nú, jæja. Tískuvöruverslun, Miss. Komin á hérna beinubrautina bara. Já, svona líka maður. Strax skar hún sig að selja föt heldur en fólk. Já, það er betra að selja föt heldur en gött. Hvað er það? Já, það er alveg stutt í orðagrínið, maður. Já, það er satt alltaf best með orðagrínið. Þú ert alltaf ánægst með það sjálfur. Já, ég heyri bara fólki að út í hlæja. Katalína sem er búin að opna tískuvöruverslun. Já, það er eitt og annað. Þetta er nú alveg frábært og sko, hérna, svo er Sveinn Andri. Já, ég sá það eitthvað í dag á Vísi. Já, við getum orðað þannig að það er ekki mikið í fréttum í dag. Nei. Það er ekki mikið í gangi þegar það er bara að tala um það að Katalína sé að opna fatabúð. Já, og Sveinn Andri bregður að leik með menntaskólanum, alveg rétt, ég sá þetta inn á Facebook. Já, dóttir hans, hún er í menntaskólanum í Reykjavík, í sama bekk og kærastar hans, jók, og hann er eitthvað að flippa með þeim að taka myndir og eitthvað svona. Já, hann er svona gretta sig, gefa hnefan, hann er að setja kanineiru, hvaða grín er hann í gangi? Þetta er bekkur dóttir hans, þau eru öll að taka myndir af sér með honum, svona passamyndir. En okkur? Ég veit það ekki. Já, bara einhverju flippi? Já, þetta er eitthvað svolítið, sko. Ok, já, hann er að fistbump hann á... Já, hann er með eitthvað svona grín í grínu, þetta er alltaf skemmtilegt sem hann segir, sko, veist, það sem ég læti ekki dóttur mín að plata mig út í. Já. Já, einmitt. Athyglisjúkasti lögfræðingur á Íslandi. Gæðin er klikkaður. Þú vilt menna hún hafi ekkert verið að væli honum lengi? Nei. Þú hafi ekkert eitthvað, pappi gerði það, maður. Það er bara pappi. Já, ég er klár. Já, það er mikið flipp í íslensku fjölmiðlum í dag. Já, nóg að gera maður. Týndu göttur. Sveinn Andri að flippa með... Og svo vændiskonu að opna tískuvöruverslun. Já, þetta er svo brandara síðan. Já, þetta er inn á Vísi, þetta er ekki djöf. Nei. En það er hins vegar komið núna að laginu á leiðinni heim, Sveppi Krull. Og ég fann lag, og mér finnst það alveg ótrúlegt, ég sé ekki búin að spila þetta lag hérna. Ég er nú búin að vera með hennan dagskrálið í 1,5 ár. Já. Ég hef aldrei spilað lag með þessari hljómsveit. Þessi hljómsveit var í miklu uppáldið þegar ég bjó á Sauðárkróki. Ok. Og ég bara geggjur hljómsveit, eins og svona betri sem hefur komið frá Breitlandi að mínu mati, sem hefur komið upp á þessum tíma líka. Ok. Og lagið er líka hreikalega hot. Ég held að þú verður ánægð með þetta. Ég reyndar aldrei vita hvort þú sért aðdáandi vörfið ekki, en þetta er lagið Drugs Don't Work. Drugs Don't Work, like á þetta. Þetta er að tala saman. Þetta er svona þriðjudags cozy lag og það er eitthvað flott við þetta. Já, ég er ánægð með þetta, takk. Nú hækkum við og hlustum á The Verve. Hell yeah. Hér með Drugs Don't Work. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blöð. Það er Auðun Blöndal, Sverrir Þór Sverrisson og Þórdís Katla. Sverrisdóttir, ætlar að segja hvað með mér? Sverrisdóttir. Erum við að koma? Já, við erum að koma út í bíl. Það er komað að sækja mig, sko. Mamma er út í bíl og dóttir er mætt inn. Hvernig viltu koma í viðtal, Þórdís? Já. Hvernig er Sveppi sem pappi? Fín. Nú, ekki? Jú. Er hann mikill flippari þegar þið eru heima og svona? Já. Hvernig er hann að flippa? Bara alls konar segja brandara og eitthvað. Já, er hann að segja að finna brandara þegar þið eru heima? Já. Finnst vinkonu þínum pappi þinn skemmtilegur? Já.
Já, ok. Þá verður búið að svara spurningunni sem ég spurði Sveppað áðan. Það er líka svo þægilegt að heyra þetta frá einhverjum öðrum með mér. Já, nú það er að róa mig svo niður, sko. Það get ég haldið áfram með prógrami, sko, sem ég er alltaf með heima. Já, og jafnvel að fara að bæta nýju bröndurum. Hún er náttúrulega, það eru konar aldur þessar stelpur. Já. Ég verður mættur að reyna veður eftir nokkur ári. Hérna, herðu, það er komið að lokun og við þakkum kærlega fyrir hlustunna í dag. Já. Við erum mættir hér á morgun klukkan 4, ég og Pétur Jóhann. En hafið það sem allra best í kvöld. Kæru hlustun, takk vel á með Rikka G. Hann er mættur hérna í stúdíóið og Sveppi, við endum þetta á Jay-Z og Justin. Stundum þarftu smá lán. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur og þú getur endurgreitt lánið fyrr en samið var Múla.is. Peningar á mannamáli. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smertu þér inn á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðinn frítt með. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðasmára. FIFA 14 er að koma út. Vertu fyrstur í heiminum til að spila FIFA 14. Komdu í Gamestöðin á miðvikudagskvöldi klukkan 22 og nældu þér í eintak. Gamestöðin Kringlunin. Spilaðu meira, borgaðu minna. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistastöðin FM